Góðan daginn. Fyrir hönd Rík þá býð ég ykkur velkomin á Anna Rapp haustmisseris. Ég heiti Kristín Hjálmarsdóttir og er fundarstjóri hérna í dag. Ég er kynjafræðingur og svona sjálfstætt starfandi. Smá. Það kom inn. Ég er kynjafræðingur og sjálfstætt starfandi fræðimaður og hef unnið jafnréttisráðgjöf og aðeins hérna við þetta heimilisofbeldisverkefni sem að Rík hefur verið að vinna í. Þema hjá Rík í haust er kynbundið ofbeldi og verða áhrif þess á heilsufarsskoði innlendu og alþjóðlegu samhengi. Sjálfsmynd þolenda og gerenda verður einnig viðfang fyrirlesara sem og birtingarmyndir þess í miðalda bókmenntum. Í dag er það Ragnheiður Sigurvinsdóttir sem flytur fyrirlestur sem heitir Svona kemur ekki fyrir konur eins og mig, þolendur, heimilisofbeldis, öryggi og úrræði. Hún rann nýdoktor við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík. Hún lauk doktorsprófi í samfélagslegri sálfræði frá Illinois háskóla í Chicago árið 2016 og MA-prófi frá sama háskóla árið 2013. Rannsóknarsvið hennar er heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, félagslegir þættir sem hafa áhrif á ofbeldi og inngrip gegn því. Og fyrirkomulagið er þannig að fyrirlesturinn verður í svona 40 mínútur cirka og síðan getum við haft fyrirspurnir og umræður á eftir. Og ég ætla bara að bjóða Rannveigu velkomna í pontu. Takk fyrir þessa góðu kynningu. Ég er nýbyrjuð í Háskólanum í Reykjavík sem nýdoktor. Ég er mjög spennt fyrir því og mér langar að segja ykkur frá doktorsritgerðinni minni sem ég var að vinna út í Chicago. Og ég var að vinna þetta í samstarfi við lögreglu á höfuðborgarsvæðinu, við Reykjavíkurborg og Rík sem er þessi fyrirlestarröð. Og mér langar svona að segja ykkur frá helstu niðurstöðum úr ritgerðinni minni sem var einblíni mest á þolendur en stóra matverkefni var með miklu breiðari fókus en hérna ég bara að tala um þolendurna helst. Og þetta er svona það sem mér langar að tala um í dag. Mér langar að tala aðeins almennt um heimilisofbeldi, mér langar að tala um algengi þess og áhrif á heilsu til dæmis. Mér langar að tala um lykilhugtök þessara rannsóknar sem eru stuðningur og öryggi. Mér langar að tala um inngripið sem að þessi rannsóknar Mér langar að tala um rannsóknaraðferðina, hverju taka þátt og svo framvegis. Svo fara yfir niðurstöður og svo umræður og spurningar og fyrirspurnir alveg í lokin. Og fyrst af öllu, hvað er heimilisofbeldi? Og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur sett þessa skilgreiningu fram sem hegðun sem veldur líkamlegum, sálrænum eða kynferðislegum skaða í nánu sambandi. Og það sem getur fallið undir hugtakið er líkamlegt ofbeldi, sálrænt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi ásamt ýmiss konar stjórnandi og þvingandi hegðun. Og þið sjáu þetta er rosalega breið skilgreining, þannig að alls konar hegðun getur fallið undir hana. Og hérna er talað um náið samband og stundum er það skilgreint sem samband milli maka en stundum almennt í fjölskyldum. Og í þessari rannsókn erum við að tala um makasambönd en líka sambönd inn í fjölskyldum milli eins og foreldra og barna þar sem allir eru eldri en 18 ára. Þannig að það er ekki ofbeldi gegn börnum undir 18 ára sem ég er að tala um hérna. Heimilisofbeldi er því miður mjög algengt vandamál bæði á heimsvísu og á Íslandi og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur sagt að alltaf ein af hverjum 3 konum upplifir annaðhvort líkamlegt eða kynferðisofbeldi í nánu sambandi eða kynferðislegt ofbeldi frá ókunnugum einhvern tíma á ævin sem er alltaf alveg sláandi hátt. Og það var gerð könnun 2010 á Íslandi ofbeldi karla gegn konum og það svöruðu 42% kvenna að þær hefðu einhvern tímann á ævinni síðan þau voru 16 ára orðið fyrir ofbeldi að hendi frá einhverjum karli. Og þá var ekki verið að spyrja bara í makasambandi eða fjölskyldusambandi heldur almennt. En svo þegar var spurt ofbeldi í nánu sambandi síðastliðið ár þá var 1-2% sem hefðu orðið fyrir því. Og heimilisofbeldi hefur mjög slæm áhrif á líkama og sál þolenda og hún einmitt Sigrún sem var með síðasta fyrirlestur þess að talaði svolítið um þetta og til dæmis eru slæm áhrif á andlega heilsu og einkenni þunglyndis, áfallastreituröskun, kvíða og alls konar svona vandamála hegðun sem tengist því eins og sjálfskaðandi hegðun og fleira. Og svo hefur heimilisofbeldi náttúrulega líka mjög slæm áhrif á líkamlega heilsu og þolendur þurfa yfirleitt mikla aðstoð frá heilbrigðiskerfinu tengt því. En það sem ég langar að tala um er ekki bara þolendur og þættir innra með þeim sem skipta máli, heldur tala breiðara aðstæður og samhengi og hvernig það hefur áhrif á þolendur. Og
mér finnst gott að nota þessa kenningu frá Bronfenbrenner sem kemur upprunalega frá þroskasálfræði og miðar fyrst og fremst að því að skoða barn, þroskasálfræði barn í samhengi við aðstæður sínar. Að þá erum við með það mikrosystem, það fjölskyldan, skóli og leikfélag og vinir sem svo innan í félagslegum aðstæðum og umhverfi, sem svo innan í lögum, reglum og fleira. Og allir þessir þættir virka saman og virka á einstaklingin á sama tíma. Þannig að þetta eru mörg þrep og tengslin á milli eru mjög flókin. Þannig að við tökum þessa hugmynd og setjum hann yfir á þolendur, að þá hérna eitt dæmi hvernig þolendur geta orðið fyrir áhrifum samhengisins. Að þá erum við með þolandan í miðjunni og hann í einhverju fjölskyldu sem hefur áhrif á hann, kannski bregst fólk við ofbeldinu á ákveðin hátt þegar viðkomandi segir frá eða svoleiðis, eða kannski ofbeldi innan fjölskyldunar. Svo ákveðin samfélagsleg viðmið sem eiga við ofbeldi, samskipti kynjanna og alls konar ásættanlega hegðun í sambandi og svo fleira sem spilar inn í og svo eru lög og reglur hvaða hegðun lögleg, hvað ekki og svo framvegis. Og það var til margar gerðir af þessu, en þetta svona eitt dæmi hvernig mér finnst áhugaverðast að hugsa þolendur í þessum aðstæðum eða þessu samhengi og þetta hefur stöðugt áhrif á fólk. Og af hverju skiptir þetta svona miklu máli? Og í fyrsta lagi þá hefur þetta samhengi áhrif á hættu því að verða fyrir ofbeldi. Til dæmis hafa margar rannsóknir sýnt að félagsleg staða hefur áhrif á hættu á því að verða fyrir ofbeldi. Eins og fátækt, minni menntun, alls konar slíkir þættir auka hættu á því að verða fyrir ofbeldi. Svo ef maður þolandi og segir öðrum frá, að þá hafa viðbrögð annarra líka mjög mikil áhrif á líðan þolanda. Þannig að það þetta mikró samhengi, vinir, félagar, fjölskylda og svo framvegis. Og svo höfum við líka séð í öðrum rannsóknum að alls konar stuðningur hefur áhrif á möguleika þolanda til þess að halda sig öruggum. Það að segja að koma sér út úr ofbeldi samböndum eða taka aðrar ráðstafanir. Og þetta svona svolítið það sem ég ætla að tala í dag. Og áður en fyrir lengra langar mér pínu að tala grunnhugtökin í rannsókninni. Ég skrifaði doktorsritgerðina mína á ensku og öll fræðin á ensku. Og ég hef verið að reyna að þýða orðið resources í þessu samhengi og hef komið upp með íslensku orðið stuðningur. Mér finnst það ekki náði alveg nógu vel. Hugmyndin er að einstaklingurinn hafi ákveðna resursa eða ákveðin stuðning í boði á hverjum tíma eða hafa það ekki. Og svo hitt grunnhugtakið safety sem ég þýtti sem öryggi sem vonandi ætti að vera að segja sér nokkuð með sjálft. En öryggi skiptir mjög miklu máli fyrir þolendur og til dæmis þolendur líkamlegsofbeldis í Bandaríkjunum hafa sagt að 45% þeirra óttuðust að vera myrt af maka sínum eða einhver náinn verið myrt. Þannig að þetta ofboðslega mikil hætta og mikið óöryggi sem fylgir því að vera þolandi ofbeldis. Þannig að við höfum áhuga á að auka öryggi. Hvernig getum við gert það? Og ein svona fræðileg hugsun er svo að við getum aukið öryggi við þolendur með því að auka stuðning við þolendur. Og ef við erum með eitthvað inngrip sem hefur áhrif á mismunandi tegundir stuðnings, þá getur það leitt til aukins öryggis hjá þolendum. Og þá langar við að tala um þessar mismunandi tegundir stuðnings. Það er fyrst alveg hagnýtur stuðningur, practical resources, og þá erum við oftast að tala um fjárhagslega þætti sem tengjast svona fjárhagslegum og praktískum þáttum. Og það rannsóknir hafa sýnt það að þeir sem fara úr ofbeldissambandi og hafa minna á milli handana, þeir eru í meiri hættu á að lenda aftur í ofbeldi og hættulegum aðstæðum. Þannig að þetta er eitthvað sem skiptir miklu máli. Og aðrar ástæður, af hverju hagnýtur stuðningurinn mikilvægur, er í fyrsta lagi að fátækt er tengt aukin hættu á ofbeldi eins og ég var að nefna áðan. Svo í ofbeldissamböndum er mjög algengt að gerendur reyna að gera þolendur háða sér og þar á meðal fjárhagslega háða sér. Til dæmis vilja ekki þolendur vinni úti eða hafi einhverja innkomu sem er alveg óháð gerandanum. Og svo var rannsóknir einnig sýnt að það að fara úr ofbeldissambandi er bara í grunninn mjög kostnaðarsamt. Það að flytja út, finna eigin húsnæði og svo fleira, það er mjög mikil kostnað sem fylgir allir þessum þáttum. Þannig að hagnýtur stuðningurinn skiptir mjög miklu máli fyrir fólk almennt og þolendur á öllum þessum stigum. Hinn tegund stuðning sem við ætlum að tala um í dag er social resources, félagslegur stuðningur. Og þá stundum tölum við formlegan stuðning og óformlegan stuðning. Og formlegur stuðningur er frá kerfum, stofnum, fagmönnum, lögregla, læknar, sálfræðingar, hvernig þeir bregðast við og veita stuðning. Og eins og til dæmis hafa rannsóknir sýnt að þeir sem fara til lögreglunar og eru óánægðir eru ólíklegri til að leita aftur þangað, sem kannski kemur ekki á óvart.
Svo hinn tegund félagslegs stuðning sem óformlegur stuðningur. Það eins og fjölskylda, vinir, nágrannar, vinnufélagar og þolendur segja oftast þessu fólki frá ofbeldinu ef þeir segja einhverjum frá. Þannig að þetta mjög mikilvægur hópur sem við þurfum að hugsa líka. Og félagslegur stuðningur skiptir máli af því að þeir sem eru með lítinn félagslegan stuðning í grunninn eru í mestri hættu á að verða fyrir ofbeldi. Á sama hátt og með fjárhagslegu og hagnýtuþættina þá reyna gerendur oft markvisst að einangra þolendur frá stuðningi sínum, til dæmis að reyna að klippa á sambönd við fjölskyldu, reyna að klippa á sambönd við vini þolanda og svo framvegis, til þess að gera þolandan algjörlega háðan sér, félagslega og líka á hagnýtan hátt, eins og við sáum áðan. Þegar þolendur segja frá, þá fá þeir stundum hagnýtan og tilfinningalega stuðning frá öðrum, en aðrir frá neikvæð viðbrögð, eins og ef þolandi kennt ofbeldi, það er gert lítið úr því, aðrir trú ekki þess aftur frá ofbeldinu, þannig að þessi félagslega vit skiptir mjög miklu máli líka. Og þótt að ég sé að tala hagnýtan og félagslega stuðning sem 2 hugtök og þeir eru það, að þá þetta ekki alltaf aðskildir hlutir. Einn atburður getur flokkast í fleiri en einn hóp. Að þá eins og til dæmis ef þú gistir hjá vini, ef þú sem þolandi ert að fara á ofbeldissambandi, að þá það blanda af hagnýtum stuðningi að því einhver að veita húsaskjól og félagslega stuðningur að því það vinurinn sem að veita. Þannig getur þessi hlutir skarast líka. Og rannsóknir hafa líka sýnt að ef þú ert með eina tegund af stuðningi að þá áttu greiðari aðgang að öðrum líka. Ef þú átt vin sem getur leyft þér að gista, þá áttu kannski annan vin sem getur hjálpað þér fyrir vinnu eða aðra þætti. Þannig að þetta styrkir líka hvort annað. Þannig að við höfum áhuga á að auka öryggi og við höfum séð þessar rannsóknir sem sýna það að stuðningur og öryggi tengist. Þannig að þá næsta spurningin, hvernig aukum við stuðningin? Og ein leið til að gera það með ákveðnum inngripum og þetta sem ég ætla að tala í dag samvinna lögreglu og félagslegs kerfis á vettvangi útkalls lögreglu og með áframhaldandi eftirfylgni. Og það eru rannsóknir sem sýna það að aukinn stuðningur tengdur slíku inngripi tengdur minni hættu á ofbeldi seinna meir. Þannig að ef við getum veitt stuðning á þennan hátt, þá minnkar ofbeldishættan. Og leiðin sem hefur verið tekin hérna í Reykjavík eftirfylgni inngrip, Second Response Program, sem rosalega léleg þýðing og mér datt ekkert betri í hug. Ef eitthvað dettur eitthvað betri í hug, endilega segja mér frá því. En þetta miðar að því að veita þolendum ákveðna þætti, ráðgjöf, vísandi sálfræðinga, hjálp með börn, aðra þætti sem eru svona blanda af hagnýtum og félagslegum stuðningi. Og svo eru líka nokkur þættir sem beinast að gerandann, að handtaka gerandann, útskýra hvað gerist ef að gerandinn heldur ofbeldi áfram, eins og nálgunarbann, sækja til saka, alls konar þannig, og söfnun sönnunargagna. Af hverju höfum við líka áhuga á eftirfylgni með þolendum? Og rannsóknir hafa sýnt að það mikilvægt að tryggja að þolendum sé boðinn áframhaldandi stuðningur og ekki bara á vettvangi útkalls. Og að þannig sé hægt að veita stuðning og sé líklega að hann sé veittur og veittur vel, en þá líka getur kennt þolendum að sækja sér stuðning með því að tengja betur við kerfi sem að veita svona hluti. Eftirfylgni skiptir líka máli því að gerendum sýnt að lögregla fylgjast með heimilinu sem vonandi ætti að laga hegðun þeirra, eða það hugmyndin allavega. Og svo líka ákveðnar rannsóknir sem sýna að beint eftir ofbeldisatvik besti tíminn til þess að grípa inn í, af því þolendur eru líklegasti til að grípa til aðgerða þarna. Það oft talað svona honeymoon eða hveitibrauðsdaga, að mörg sambönd einkennist af svona hringrás sem svona í grófum dráttum að það svona vaxandi spenna sem verður á ofbeldisatviki. Og svo eftir það smá tími sem bara frekar góðu tími. Gerandinn kannski biðst afsökunar þegar gerandi og þolendur mjög náin og svo virkar þetta svona aftur og aftur og það getur náð í þolandann beint eftir ofbeldi og áður en að hitt byrjar, honeymoon, að þá eru hugmyndir að það geti virkað best af því sem í boði. Og þá erum við komin að verkefninu og inngripinu sem við langar að tala og það heitir Saman gegn ofbeldi og fór af stað í janúar 2015 og var átaksverkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar. Og þetta verkefni rosalega breitt og báðastofnanir unnu rosalega mikið í þessu á alls konar mismunandi hátt og það sem mig langar mest að tala sést inngrip og eftirfylgni og hvernig hún hafði áhrif á þolendur. Ef þið hafið áhuga á þessa breiðari hátt þá erum við líka með skýrslu frá Reykjavík sem fer rosalega mikið út í allt þetta. En þessir 3 þættir sem ég hef áhuga á sést hvað lögregla og félagsþjónusta gerir með þolendum. Og
Og þá þetta í grunninn 3 þættir. Það í fyrsta lagi að lögreglan vinnur meira með heimilisofbeldismál á vettvangi. Það kallað á rannsóknarlögreglumann sem á að taka viðtöl við þolanda og geranda, finna sönnunargögn og fleira. Og þetta rosa mikil breyting á verklagi frá því hvernig áður var unnið. Í öðru lagi þá kallar lögreglan á félagsþjónustu á vettvang þegar börn eiga lögheimili á staðnum eða þolandi samþykkir það. Og allir þátttakendur sem ég talaði við höfðu fengið félagsráðgjafa til sín og barnavernd líka kölluð til þegar börn búa heimili. Þannig á vettvangnum lögreglan vinna meira og félagsráðgjafinn kemur líka til að veita stuðning. Og svo þriðji hluturinn sem eftirfylgni og það á að vera bæði símtal og heimsókn frá bæði lögreglu og félagsþjónustu. En þessu verklagi hefur síðan verið aðeins breytt en ég ætla að tala þetta svona. Þetta var svona þegar þáttakendurnir fóru í gegnum þetta verkefni. Þannig að rannsóknarspurningarnar mínar hefur þetta verkefni saman gegn ofbeldi áhrif á stuðning þolenda og hefur það áhrif á öryggi þolenda. Prófa þessar hugmyndir sem ég var að setja inn í bað. Á sama tíma langar mig aðeins að tala eiginlegar rannsóknir og af því þessi rannsóknir eiginleg byggist á viðtölum við þolendur og við þurfum alltaf að gera okkur grein fyrir ákveðnum kostum og göllum í öllu rannsóknarsniðum. Kosturinn við eiginlegar rannsóknir að það rosalega mikil dýpt í gögnunum, þátttakendur geta útskýrt hvað að meina, spurt spurninga, tala hvað þau hefðu vilja gera og alls konar svoleiðis. Það líka ákveðin sveigjanleiki til að aðlaga mismunandi aðstæðum og þáttum. Gallarnir hins vegar það frekar fáir þátttakendur. Það bara 15 þátttakendur í þessari rannsókn og tilgangurinn ekkert endilega að alhæfa yfir á alla sem tóku þátt í þessu inngripi eða alla sem hafa tekið þátt í svona inngripum annars staðar líka. Heldur að skilja hugtökin sem þau eru að tala hvernig þau tengjast og hvað það getur sagt okkur framtíðina. Og það ákveðið huglægt mat við greiningu. Ég notaði þemagreiningu, en þetta náttúrulega ekki alveg huglægt. Ég byggði greininguna á fyrri hugtökum og svona og líka var með annan rannsakanda sem greindi hlutagagnasafnsins og við vorum 70% áreiðanleika sem þykir ásættanlegt í svona samhengi. Þáttakendur í þessari rannsókn voru þolendur heimilisofbeldi sem hefðu tekið þátt í sama gegn ofbeldi og hitt félagsráðgjafa á vettvangi. Þetta voru hálfstöðlu viðtöl við 15 þáttakendur og hálfstöðla þýðir að ég var með nokkrar spurningar sem ég vildi fá svörum við en leyfði þolendum bara mikið að tala sjálfur og spurði svona ef það vantaði eitthvað upp á það sem ég vantaði. Þetta var nokkuð breytt aldursbil. Það voru flestar 12 konur af 15 og það voru flestir tilfelli ofbeldi milli maka að ræða. En það voru líka 2 tilfelli af ofbeldi uppkomins barns gegn foreldri og í eitt skipti sem að foreldri hafði beitt uppkomið barn ofbeldi. Og meðaltali voru 4 mánuðir frá inngripinu til viðtalsins og það var af því að ég vildi að inngripið og eftirfylgnin myndi eiga sér stað og svo myndum við gefa því tækifæri til þess að sjá hvort eitthvað stuðningur myndi koma, hvort það hefði áhrif á öryggi í framhaldi af því. Og svo á sama tíma vildi ég ekki að það væri það langur tími liðinn svo fólk myndi gleyma hvað það kom fyrir. Þannig að 4 mánuðir var svona það sem ég endaði með. Og það voru börn á flestum heimilum þolanda. Og hérna upplýsingar hvernig ofbeldi þáttakendur hefðu upplifað. Allir hefðu upplifað eitthvað andlegt ofbeldi og svona helmingurinn líkamlegt ofbeldi. En þetta var rosalega fjölbreytt, bæði ólíkt hver hefði upplifað, mismunandi tegundir og svo framvegis og svo var líka, fannst mér mjög skýrt hvað það var mikill alvarleiki hjá sumum þolendum sem ég talaði við og eins og taka kverkatæki og nota hluti sem vopn en alltaf eitthvað sem lífshættulegt. Þannig að maður þarf svona að hugsa það og þetta kannski leggur enn það meiri áhersluna á öryggið og hvaða máli það skiptir. Svo langar við bara að fara yfir niðurstöðurnar og svolítið skipta þeim upp í tvennt. Í fyrsta lagi tala inngripið og eftirfylgnin og hvað gerði lögreglan og hvað gerði félagsþjónustan. Og mér finnst mjög mikilvægt að fara nákvæmlega yfir þetta af því að ef við skiljum þennan hluta vel þá getum við vita hvaða áhrifum við getum búist við af inngripinu. Og svo setja hluturinn hvaða áhrif hafði inngripið á stuðning og öryggi. Þá í fyrsta lagi, hvað gerði lögreglan á vettvangi? Og þetta dæmi sem að þolendur minntust á í viðtölunum. Að lögreglan handtók geranda, tók viðtöl við þolanda og geranda sitt í hverju lagi sem þau kunnu mjög vel að meta, útskýrði nálgunarbann og réttindi þolanda, reynda styðja við þolandan og veita tilfinningarlegan stuðning og buði upp á úrræði fyrir geranda eins og kalla til ábyrgðar sem meðferðarúrræði fyrir gerendur heimilisofbeldis en hefur síðan verið breytt í heimilisfriður. En það voru líka kom svolítið skýrt fram hjá þolendum að margir þeirra áttu erfitt með að muna nákvæmlega hvað hefði gerst af því að margir þeirra voru bara í sjokki á vettvangi. Og einn þolandi sem sagði, ég man hvað ég stóð í eldhúsinu og ég leit yfir og ég sagði við að
Þetta ekki að gerast. Svona gerist ekki hér. Þegar ég spurði út í ánægju með lögreglu, þá voru flestir bara mjög ánægðir með lögregluna og hvernig hún kom fram. Og maður tekið fram hlutir eins og að hlusta á þolendur, standa með þolanda og svo framvegis. Og hérna tilvitnun frá þolanda sem hafði átt mjög löngu ofbeldissambandi og oft verið kallað á lögreglu og fannst núna í fyrsta skipti eins og hún segir, þetta var bara tekið svolítið föstum tökum. Þá leið mér eins og verið gert eitthvað og mér leiði líka núna eins og væri allt í lagi. Og þetta náttúrulega mjög jákvætt að svona sterk viðbrögð á vettvangi geti haft svona sterk áhrif á þolandann og þessi formlegi stuðningur getur verið að hafa áhrif. Og því miður voru náttúrulega nokkrar undantekningar frá þessu og helstu kvartanna voru það að lögreglumennirnir væri ekki nógu hlýir, sýndi ekki nógu mikinn tilfinningastuðning, voru ekki að taka utan þolanda og svona þannig. Og sumir lögreglumenn voru víst bara með dónaskap og leiðindi við þolendur sem náttúrulega algjörlega óásættanlegt. Félagsþjónustan á vettvangi tók viðtal við þolanda með rannsóknarlögreglunni og félagsþjónustan var meira í þessu hlutverki að hlusta, sýna skilning, róa þolendur niður sem að þolendurnir kunnu rosalega vel að meta. Þau buðu líka upp á ákveðin úrræði og stuðning tengt því og þau sögðu líka þolendum að þeir myndu fá eftirfylgni. Og þáttakendurnir voru allir mjög ánægðir með félagsþjónustu á vettvangi og fannst þetta góð viðbót að hafa lögregluna sem að safna sönnunargögnum og í því hlutverki en hafa líka félagsráðgjafa sem þarna fyrir þolandann til þess að veita tilfinningarlegan stuðning og vonandi stuðning og úrræði í framhaldinu. Og þá var einmitt einn þolandi sem sagði að hún þarna frá félagsþjónustunni held ég. Hún talaði svona við manni sem að væri bara, þú veist, bara persóna, svona skildið allt saman og það var bara mjög einfalt. Þannig þetta náttúrulega mjög góð meðmæli með því að kalla á félagsráðgjafa á vettvang. Svo kemur að eftirfylgninni og það var sett upp þannig að allir þáttakendur áttu að fá símtal og heimsókn sem hluti af eftirfylgni og flestum var sagt frá því á vettvangi. Svo þegar ég fór að taka viðtöl við 15 þáttakendur þá fengu bara 2 eftirfylgni heimsóknina sem þeir áttu að gera. Þessi 2 voru mjög ánægðir og annar þeirra talaði að þolandarinn hefði verið boðin aðstoð með öryggi sem var mjög nauðsynlegt í hans tilfelli og í hinu tilfellinu þá hafði eftirfylgni heimsóknin rosalega góð áhrif á gerandann að þetta væri fyrsta skipti sem gerandi var tilbúin að ræða ofbeldið og virtist vilja gera eitthvað í því og eins og þolandinn segir hérna fyrsta útilokaði hún það að ræða neitt þetta eða við neitt en þarna þá allavega opnaði hún virtist vilja opna sig og við höfum svona aðeins talað þetta hún aðeins að pæla í þessu og fær svo eitthvað til að tala við sig þannig að þessi tími frá inngripinu og að eftirfylgninni hefur skipt máli og fá svo aftur einhvern faglegan aðila hefur skipt máli og þessi þolandi hefur ekki orðið fyrir ofbeldi síðan. En þetta náttúrulega mjög stort vandamál, það bara 2 af 15 sem fengu þessa heimsókn. Þegar við töluðum símtalið, þá voru 7 sem fengu símtal annarkvort frá lögreglu eða félagsþjónustu. Og þetta var aðeins annars mismunandi hvað að vera að spyrja með símtalunum. Og lögregla var meira að athuga með vellíðan og láta vita að gerandi var sleppt úr haldi. En félagsþjónustu var meira að horfa það að veita stuðning og úrræði og svona. Og þolendarnir töluðum það að þeim þætti rosalega vænt að lögreglan væri að hringja og svona, en það sem að það vantaði meira væri stuðningur frá félagsþjónustu og bæði fyrir sig, fyrir börn og fyrir geranda og svona áframhaldandi stuðning. Og þolendur almennt voru rosalega ósáttir við litla eftirfylgni sem þeir fengu. Og einn þolandi sem segir það að málinu var ekkert fylgt eftir drap svolítið trausti mitt gagnvart þessu fólki. Þannig að þetta náttúrulega ofboðslega mikil synd að þú búin að eyða miklum tíma og orku í að byggja upp gott samband á vettvangi sem að drefst svo niður af því að það ekki fylgt almennilega eftir og ekki veitt því að það ekki komið til þolenda sem að þeim finnst að þeir eigi að fá. Þegar við hugsum áhrif inngripsins svo að það fyrst og fremst hagnýtan stuðning og mér fannst þægilegast að hugsa þetta í tengslum við þarfir og stuðning og þá skipti ég þessu við 5 hópa allt eftir því hvort að fólk þurfti stuðning og fékk hann eða ekki og svo framvegis. Þannig í fyrsta hópnum var bara einn þolandi, hann fékk stuðning sem að mætti þörfum. Þessi þolandi beint eftir útkallið fékk skólastyrk og húsnæði sem þýddi að þessi þolandi gat fjarlægt sig frá gerandanum og þetta var mjög sterk áhrif á öryggi. En þetta því miður bara einn þolandi sem að upplifði þetta svona. Svo í hóp númer 2 að þá voru þolandi sem fengu eitthvað stuðning en ekki næga og það voru 2 í þessum hóp og þá
voru þessi þolendur báðir að tala að þeir vilja auka öryggi sitt en vantar hagnýtan stuðning til að gera það. Annar talaði sérstaklega að hann væri rosalega fjárhagslega háður gerandann og yrði að þola alls konar óviðeigandi hegðun og slæma hluti frá gerandanum bara til þess að vera viss að börnin gætu fengið að borða og mat og allt þetta. Og svo var líka hinn þolandinn sem talaði mjög sterkt sálfræðiaðstoð sem náttúrulega hluti svona af þessari hagnýtu vídd líka því það náttúrulega kostar að fara til sálfræðings. Svo hópur númer 3 fekk engan stuðning en þurftan og það voru 4 þolendur í þessum hóp. Og þarna vorum við alltaf að tala húsnæðiskostnaða og sjálfstæði frá geranda en sálfræðikostnaði kom líka þarna inn. Þannig að fólk í hópum 2 og 3, þetta allt þolendur sem að hafa mjög skýrar hagnýtar þarfir og vantar stuðning en fengu hann ekki í tengslum við þetta verkefni. En þetta hefði getað skipt mjög miklu máli fyrir öryggið þeirra. Og svo hópur 4 og 5 annarkvort fengi ekki stuðning og þurfti hann ekki að töluðu ekki en þetta alveg helmingur í fyrstu 3 hópunum það sem að hagnýtur stuðningur skiptir máli. Þannig að við sjáum að það mikilvægt að vera að hugsa þetta út frá þessum vítum. Og hérna ein tilvitnun frá þolanda sem talar hagnýtan stuðning og skort á honum. Þetta bara djók. Ég ekki að segja borgin eða sveitarfélagi að halda mér uppi, en þetta eru sérstakar aðstæður og ég tilbúin til að bæði koma mér út úr þessu og ég finna eins sjálfstæð og ég þá að renna upp fyrir mér að ég ekki að koma úr heilbrigðum aðstæðum. Svona starfsgetu eða orkulega eða bara sjálfið, ég svona cirka 60%. Þannig að support systemi sem að tekur við, mín reynsla, það ekkert. En þetta náttúrulega ofboðslega slæmt ef þú hugsar út í markmið inngripsins og stuðning og allt þetta. Svo ef við hugsum áhrif inngripsins á félagslegan stuðning, að þá ef við hugsum fyrst formlegan stuðning, að þá voru sumir sem leituðu til lækna, yfirleitt vegna þess að voru með áverka eða þurftu aðstoð með gerandann sem hafði þá geðrænan vanda. Og svo voru einhverjir sem fóru til sálfræðings, sumir fannst að hjálpa og öðrum ekki, en ennþá fleiri vildu sálfræðihjálp til þess að fá svona handleiðslu í gegnum þetta vandamál. Og félagslegu stuðningur náttúrulega líka óformlegur stuðningur og vinir og fjölskylda. Og það var mjög algengt og ég held að allir hafi talað við vini og fjölskyldu til þess að tala tilfinningar sínar, leita aðstoðar og svo fleiri og svo framvegis afsakið. En við verðum náttúrulega samt líka að hafa í huga að það rosalega erfitt að hafa áhrif á þessa tegund stuðnings með svona inngripi. Að lögreglan getur ekkert sagt fólki að vera vinir manns og svo framvegis. Þannig að ég vildi samt hafa þetta með að þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þolendur. Og þá vorum við að tala mest tilfinningarlega stuðning og svo neikvæð viðbrögð. Og þolendur fengu stundum rosalega góðan tilfinningarlega stuðning. Og hérna einn þolandi sem talaði ég fæ stuðninginn og hrós og mjög ofta heyra ég mjög sterk manneskja miðað við allt sem ég gengi í gegnum. Og það hefur hjálpað mér að trúa meira og sjálfa mig. Þannig að þessi líðan þolandans getur breyst og bæst alveg rosalega við það að fá þennan tilfinningarlega stuðning. Og hérna annað dæmi þar sem að þolandi að tala að hún hafi getað haldið sér frá gerandanum og aukið öryggi sitt og bætt líðan sína með þessum félagslega stuðningi. Og hann segir, ég var orðin svo heilaþvegin í þessu sambandi og þrátt fyrir allt þetta þá vildi ég samt ekki missa hann. Og vinkona mín þurfti ofta að koma til mín af því ég hugsaði að mér langaði að senda honum skilaboð, mér langaði að fara til hans, mér langaði að hitta hann. Þannig var það búið að vera síðustu árin. Þess vegna var ég heldur ekki farin úr þessu sambandi því ég held ég gæti ekki betur. Ég held þetta væri sambandið sem ég ætti að vera í. Þannig að við sjáum að þessi félagslega stuðningur getur haft mjög mikil áhrif á öryggið og á líðan. En svo náttúrulega hefur félagslegi óformlegi stuðningur líka neikvæða hlið. Og þetta líka af hverju það svolítið erfitt að tala stuðning, af því þetta ekki stuðningur. Þetta skortur á stuðningi eða að það sé verið að skemma fyrir. Þannig að þetta svolítið flókið að tala þetta. Og þá kom helst fram að sumir vilja ekki ræða ofbeldið, trúa ekki þolanda. Og stundum að gerandi nota samfélagsmiðla til að fá fólk á móti þolanda kom fram alveg tvisvar, mjög sterkt og mjög oft, eða bara hjá flestum held ég að það væri mjög mikill skortur og skilningi á aðstæðum að þeir sem hafa ekki lent í þessu, þeir bara veit ekki hvernig þetta og einn þolandi sem segir, maður líka bara skamma sín geðveikt mikið fyrir að verða fyrir þessu og ég upplifi það alveg að fólk var bara fyrirgefið vantar af hverju ertu þarna. Þannig að svona rosalega neikvæð viðbrögð geta haft mjög slæm áhrif á líðan og bara einangrað þolendur mjög mikið frá svona félagslegum stuðningi. Og hérna líka einn þolandi sem að tala sjálfsmynd sína sem þolandi og hvað það svona tengdist hugmyndum ofbeldi og hver þolandi og allt þetta.
og hann segir, ég ekki ennþá búin að átta mig á, bara þegar við vorum að labba inn hérna áðan og ég hugsaði, ég ekkert kona sem bjó við heimilisofbeldi. Samt náttúrulega var lögregla með heimili mitt liggur við í gjörgæsla tímabili og nágrannar mínir voru orðnir hræddir. Samt finnst mér ekki, þú heyrir þetta ábyggilega frá fleiri konum, ég rosalega sjálfstæð og ég hef bara séð mig og mín börn. Þetta eitthvað sem ég lesið en svona kemur ekki fyrir konur eins og mig. Þannig að þessi félagslega vídd hefur áhrif á sjálfsmyndina. Svo þegar ég var að greina gögnin, þá voru tvær aðra tegundir stuðning sem komið mjög skýrt fram en hefði ekki verið í fræðunum. Og þetta náttúrulega kostur eiginlega rannsókna að við getum talað svolítið og fundið hluti í gögnunum sem að bæta við. Og þá var í fyrsta lagi stuðningur vegna fíknar og þetta var mjög miðlægt í frásögnum hjá 2 þolendum. Og annar þeirra fekk aðstoð vegna fíknar sem hefur aukið öryggi rosalega mikið og alveg skipt sköpum fyrir þannig þolanda. Og við vitum það almennt líka fíkn setur þolendur í hættu á ofbeldi og að þolendur nota oft áfengi og vímuefni til þess að eiga við áhrif ofbeldisins sem svo setur þá aftur í hættu þannig að það getur oft verið svona vítahringur og þetta eitthvað sem þarf stuðning með. Og svo var hinn tegund stuðningsins var stuðningur fyrir börn og það var frekar mikil óánægja með að stuðning og úrræði fyrir börn í þessu verkefni og tala mjög skýrt að ofbeldi á heimili getur haft mjög slæm áhrif á börn sama hvort þau verða fyrir því, verða vitni að því eða hvort það bara í gangi og þau vita ekki af því. Börn vita miklu meira en við gerum okkur grein fyrir sig. Og það kom líka mjög skýrt fram svona í tengslum við öryggið að sameiginleg börn með þolanda og geranda að geta sett þolendur í hættu. Það þvingi þolandan að hitta gerandan ítrekað, það getur sett þolendur í mjög mikla hættu. En þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa líka. Svo þegar við hugsaum öryggið, að þá vorum við með 15 þátttakendur og svona í heildina getum við skipt þessu upp í 3 hópa. Og það voru 6 sem hefði ekki upplifað meira ofbeldi og þetta eru 4 mánuðir frá inngripi til viðtals. 4 þátttakendur urðu fyrir einhver líkamlegu ofbeldi og 5 urðu fyrir andlegu ofbeldi, eignaspjöllum eða eftirferli. Þannig að við erum bara með þriðjung í rauninni sem ekki að upplifa neitt meira ofbeldi eftir þetta. Þegar ég spurði svo þessa sem hefði ekki upplifað meira ofbeldi, hvað virkaði? Af hverju ekkert meira ofbeldi? Og þá voru 4 sem bentu á inngripið sjálft. Og þá voru hlutin eins og að handtaka með niðurlæging fyrir geranda og eins og þessi þolandi sem talaði þetta var með löngu ofbeldissögu og þessi handtaka var það fyrsta sem hefði virkað í að stoppa ofbeldið. Þegar þolendur hótuðu að hringja aftur á lögreglu, það hafði jákvæð áhrif á öryggi. Líka þegar lögregla hótaði nálgunarbanni ef ofbeldi hætti ekki og líka spjalli í eftirfylgni heimsókn hjálpaði gerandi eins og ég var aðeins að tala áðan. Og svo voru 2 þolendur til viðbótar sem töluðu að stuðningur í kjölfar inngrips hafi hjálpað þeim. Og þá var annar þolandi sem var að tala hagnýtan stuðning að hafa fengið hjálp með húsnæðiskostnað og geta þannig fjarlægt sig frá geranda og annar sem var að tala stuðning með fíkn. Þannig að við setjum þetta svolítið í samhengi við þetta sem vorum að tala áðan að þá þessi 2 þolendur sem ég var að tala að þá fengu þeir aðstoð eins og einn með hagnýtan stuðning sem hefði jákvæð öryggi og svo var líka einn sem fekk stuðning með fíkn sem hjálpaði líka. En hinir 4 sem ég var að tala að þá voru þetta beint frá inngripi til öryggis og þeir voru flesti mjög gerandamiðaðir þættir. Og þannig að við þurfum að hugsa svolítið það og hvað það þýðir. Og ef þetta það sem að virkar að auka öryggi, þurfum við þá ekki að taka gerandurna svolítið betur inn í þessa mynd. Og verkefni var upprunalega sett upp að hluta til að eiga við gerendur, en það þarf að hugsa það held ég ennþá frekar. Og þegar ég talaði við þolendur gerendurna, þá komu oft fram flóknar tilfinningar og mjög flókið samband milli þeirra. Og gerendur höfðu oft svona væga félagslega stöðu líka, áttu sögum áföll, geðrænan vanda og fíkn og hefðu ekki leitað sér aðstoðar. Þannig að við þurfum að hugsa kannski þessar stuðningspælingar líka út frá gerendunum og hvernig hægt að hjálpa þeim svona að hjálpa sér og það sé önnur leið til að bæta öryggi líka. Þegar ég spurði þolendurna hvað vantaði ykkur, hvað hefði hjálpað ykkur, af því að nú fór bara hluti inngripsins og eftirbyrnina fram eins og átt að gera. Og þá var talað þetta hagnýtur stuðningur, sérstaklega fjárhagslegt sjálfstæði frá geranda hefði aukið öryggi mjög mikið. Og formlegur stuðningur eins og nálgunarbann og sálfræði hjálp fyrir bæði gerendur og þolendur hefði hjálpað til og að vísa gerendum markvisst eins og í meðferðarúrræði kalla til ábyrgðar. Og svo var mjög mikið talað stuðning við börn, að það hefði getað hjálpað mjög mikið til og aukið vellíðan þeirra og bætt aðstæður á heimilinu. Þáttakendum fannst inngripið bara eins og það væri frekar gott. Flestum fannst þetta vera góð hugmynd.
Þegar verkefnið var upprunalega sett af stað að þá voru áhyggjur það að fólk upplifði það sem innrás í einkalíf þegar var hringt eða komið í heimsókn. En enginn af þolendum sem ég talaði við sagði að það væri tilfellið. Og helsta vandamál frá þolendum séð var skortur á eftirfylgni og skortur á stuðningi. Og það kom mjög skýrt fram að margir þolendur hefðu misst trúna á hægt var að koma í veg fyrir frekara ofbeldi. Þeir upplifðu að þeim hefði verið lofað eitthvað á vettvangi, stuðningi, eftirfylgni, aðstoð sem var svo ekki staðið við. Og það mjög mikil vonbrigði tengd þessum. Þannig að þetta rosalega alvarlegur þáttur sem við þurfum að hugsa mjög vel. Svona alveg í lokin þurfum við að hugsa hversu vel virkar þetta inngrip. Og þetta brjálæðislega flókin spurning. Og að því að inngripið á vettvangnum, það var mikla breytingi þar á, en skortur á eftirfylgni, eins og ég var að tala um. Og það svolítið erfitt að meta áhrifin þegar bara hluti verkefnisins fór fram eins og hann átti að gera. Svo sjáum við að þriðjungur hafði ekki upplifað meira ofbeldi vegna inngripsins sjálfs eða stuðning sem viðkomandi fékk. En þetta líka, og við verðum að spyrja okkur hvort þetta sé ásættanlegur árangur fyrir svona verkefni. Þriðjungur nóg eftir að búin leggja svona mikið í að hjálpa fólki? Við þurfum líka svolítið að hafa í huga að þetta mjög stutt eftirfylgni. Þetta bara 4 mánuðir á milli inngrips og viðtals, þannig að það getur vel verið að fleiri hafi orðið fyrir ofbeldi seinna. Þannig að við þurfum svolítið að hugsa hvort þetta sé ásættanlegur árangur, hvort að það sé nóg að bæta bara eftirfylgnina það, eða hvort það sé mögulega aðrir þættir sem við þurfum að taka inn í til þess að geta aukið öryggi þolenda. Og já, það sem við höfum lært einmitt þetta. Heimilisofbeldi mjög flókið vandamál og við getum ekki lagt að bara þolendur að bæta aðstæður, við verðum að horfa líka á gerendurna. Og það vantar meiri hagnýtan stuðning fyrir þolenda. Og síðan þess að niðurstöður voru fyrst birtar þá hefur fyrirkomulagi eftirfylgni verið breytt. Þannig að það félagsþjónusta núna sem stendur meira fyrir því en það var saman áður. Þannig að vonandi virkar það betur en öll viðtölin mín eru frá því fyrir þann tíma, þannig að það erfitt að segja. Og svona alveg í lokin þá langaði mér bara að tala pínlítið þessa spurningu. Og þetta spurning sem að þolendur heimilisofbeldis fá mjög oft. Og hún miðað að konum en alltaf eru bæði konur og karlar þolendur. Og af hverju fer hún ekki? Þessi spurning svona gefur til kynna að þolendur heimilisofbeldis geti labbað út úr ofbeldissamböndum þegar þau vilja. Þetta sé bara spurning að taka ákvörðun og gera það. Og þetta, á ensku er þetta oft kallað svona victim blaming. Og þetta algjörlega horfir fram hjá aðstæðum. Og ég held að svari við þessari spurningu í rauninni af hverju fer hún ekki, af því að þolendur vantar stuðning til þess að fara úr ofbeldissamböndum. Og við hefum séð í þessari rannsókn og öðrum að það mjög góðar ástæður fyrir að þolendur fara ekki. Og þá það eigin öryggi, skortur á fjárhagslegum og félagslegum og áhrif á börn. Þannig að þetta rosalega þetta hluti sem við þurfum að hugsa mjög breytt og út frá samhengi og aðstæðum, finnst mér. Og já, við þurfum bara að reyna að hjálpa þolendum, veita stuðning og aðstoð. Og svo langar mér bara að þakka fyrir þátttakendunum sem tóku þátt í verkefninu og starfsfólki RIK og starfsfólki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar. Þetta náttúrulega allt alveg ómetanlegt samstarf. Og bara takk fyrir mig og opna fyrir spurningar. Já, takk hérlega fyrir ræðinu fyrir yngar áhugaverðan fyrirlestur. Maður veit ekki hvað maður á að byrja, þetta er svo maður hálf stúm svona, þó maður sé búin að vera aðeins að vesenast í þessu líka. En mér langar að spyrja það einu svona áður en ég gef orðið frjálst. Var einhver munur fannst þér á viðhorfi þolenda sem ekki voru börn á heimili og þar sem voru börn á heimili? Voru þeir til dæmis viljugir til þess að þiggja aðstoð og þjónustu? Ég sá það, það voru náttúrulega bara 2 þolendur sem voru ekki með börn á heimilinu, En nei, ég held að það hefði ekki verið munur á vilja til að þiggja aðstoð í rauninni, en þegar börn voru til staðar, það var það bara einn hlutur í viðbót, ein hluti viðbót sem að þurfti að hugsa að fá aðstoð fyrir barnið og stuðning þar og svona, þannig að það kannski bara bætti frekar við. En orðið er sem sagt laust. Við verðum að hafa hérna mikrofón. Við verðum ekki að láta það ganga. Það hefur að fólk hengi bara yfir. Jú, þetta er bara tekið upp og einfalda spurningu. Þetta er bara tekið upp. Við erum að taka upp þessu. En hvað reykjarinn á þessu?
Birna ekki saman. Heyrðu, spurðu bara spurningu, þannig að ég endurtek hana bara. Af þessum 15 sem tókum þátt, voru það íslenskumælandi að vera sem fara fólk í íslenskunni í æsum? Spurði hvort að allir viðmælendur hafi verið íslenskir eða af erlendum uppruna. Íslenskumælandi? Íslenskumælandi, já. Það voru allir sem ég talaði við töluðu íslensku. Og það náttúrulega einn af takmörkunum rannsóknarinnar að ég tala íslensku og ensku og get ekki tekið viðtöl á öðrum tungumálum sem að fólk sem býr á Íslandi talar, sem af öðrum uppruna. Þannig að því miður að þá það alveg partur sem að mig... Farðu frá? Já, það hópur sem mig vantar alveg innsýn inn í. En ég veit að eins og kvennaathvarfi hefur fengið mikið af konum af erlendum uppruna til sín og hafa verið að vinna rannsóknir og viðtöl með þeim. Þannig að það kannski hægt að fá innsýn inn í þetta. En þetta alveg hópur sem við þurfum að skoða sérstaklega út frá félagslega stuðningnum. Þannig að það alveg mér sem. Allir hættum mikrofónum, heitir Snædís og Gilsækir og ég ekki bara, prófa það. Ég svona aðeins fyrir mig hvort það var einhver tilboð eftirfylgd við börnin, af því þau koma aðeins í umræðina, það ekki skilgreint hvort einhver boð voru af hálfu barnaverndarins. Ég veit að barnavernd hefur setti af stað áður en þetta verkefni fór af stað. Ég held að verið 1,5 ár síðan verkefni þar sem að börn fara til að hitta sálfræðinga hjá barnavernd. Ekkert af þeim þolendum sem ég talaði við hefðu átt börn sem fóru til sálfræðings. Og ég bara ekki alveg nógu vel inn í tölfræðinni hjá barnaverndarmegin hversu mörgum börnum er boðið, hversu mörg þiggja og svo framvegis. Þannig að það eitthvað... Partur af verkefninu eftirfylgd við börnin? Það það, en frá þolendan séð var voðalega lítið gert í. Það eitt af vandamálunum að það þarf að hafa meiri eftirfylgni við börnin. Og þú veist, það að þetta er klippt upp í félagsþjónustu og barnavernd gerir líka dæmið hans flóknara. Ef að þessi sami félagsráðgjafi gæti fylgst með fjölskyldunni sem heild, að þá náttúrulega væri þetta veita svolítið heildrænni þjónustu. En svo náttúrulega kemur á móti að hagsmunir foreldra og barna fari ekki alltaf saman. Þannig að þetta rosalega flókið mál. Já. Ég var að vinna sem sálfræðingur í barnavernd Já. Ok. Já. Og það þannig að við hringjum alla foreldra og bjóðum þeim aðstoð. Foreldri hefur leyfi til þess að neita. Já. Þannig að það er foreldrar hvort að barnið fái aðstoð ekki. En það hringdi alla foreldri sem er lögregluskýrt berast til okkar í barnavernd. Já. Þau allavega töluðu ekki þannig við mig, þessi þolendur. Það var líka spurningin, en það er verklag hjá okkur sálfræðingum. Já. En svo er líka bara spurning, er það alveg að skilast hverju þessi sálfræðingar eru, hvaða markmið þeir hafa, þú veist, volta til þeirra svo foreldrar geti tekið upp í starfinu og hvort þetta er eitthvað sem þeir viljið að þurfa? Já, við hringdum bara og látum vita að við fengið skýrslu að þetta átti stað og að það sem verklega ákveð að bjóða börnum sem á heimilum aðstoð. Þannig að, það ætti að skilja. En allavega fyrir þennan hóp verðist ekki verið að gera það ánægðir hátt. Höfuðborgarsvæðið. Þetta er höfuðborgarsvæðið. Já, Þetta er Reykjavík. Þetta er Reykjavík. Nei, þetta er Reykjavík, fyrir ekki. Þetta er Reykjavík, það er undir okkur. Ég get bætt kannski aðeins við þetta, það er náttúrulega sambærilegt verkefni í gangi það Kópavog og Hafnarfjörður og Garðabæ. Það er aðeins öðruvísi fyrirkomulag, en þar ég er einhvern veginn stilt þannig upp að það er barnaverndin sem er á bakvakt, þannig að hún sem fer alltaf á svæðið og málunum þar fylgt eftir innan stofnanana. Innan hjá barnavernd. Já. Við hringum 48 tíma eftir atburðinn fyrir tíma fyrir Reykjavík. Já, ef það er ekki útkall. Já, við förum ekki útkall, en ef það sem barnaverndar þá var skýrsluna fyrir. Já. En þarna eins og í Hafnarfirði Kópavogi það er til dæmis barnasálfræðingur sem starfar hjá barnavernd
Og þar það bara, samkvæmt verklagsreglum hjá þeim, þá talað við þolenda, gerenda og börn og lagt mat á hvort að börnin hafi þörf á áframhaldandi eða meiri þjónustu. Svo spurningin ætti þetta að vera svo val foreldris að barn fái aðstoð. Nei, ég held að væri bara ekki. Það ekki bara svo ég segi það, ekki bara neitt í viðkvæm, en við náðum fram á börnum og koma. Já. Og ég veit í þjóðspíðan. Og svo sakna þess að vita að náðum að vera inn í verklega í þessu. Já, einmitt. En ef það foreldri hafa neitað að fá aftur við barnið að 48 tímum, hafið þið hringt það? 48 tímum? Nei, það bara ekki eftir meðbúr fólk sem eru bara eftir barnið afskipti, barnið reynir, samfélagi barnið reynir. Það oft nóg til þess að við setja það með, vil ekki sem barnið afskipti. En það kannski líka bara því að, þú veist, þá fólk það í svo miklu sjokki. Já. Og svo kannski eftir tíma þá kemur í ljós að það þarf. Það kannski bara mjög góð punkt, af því að einmitt að kannski fólk bara ekki alveg komið þannig sem á jörðinu og tilbúið í þetta, kannski bara veikt út í allt. Það bara fín spurningar. En telur Rannveig að þetta sé gott verkefni, það að þróa það áfram? Já, og ég held að það sé verið að þróa það áfram. Já, það það. Og ég held að þetta, fyrstu vísbendingar að þetta getur gengið og það bara gera þetta svolítið betur og markvissar og svo á sama tíma byrja að hugsa þetta hans breiðar. Já. Ein spurning, ég veit ekki, þú voru að segja að þetta væri ekki kóp og ég hafði þetta líka og takk fyrir, það frábært að það Já, fyrir. En eitthvað svona eftirfylgni til dæmis ef ofbeldismaður býr í einu sveitarfélagi, flytur svo annað, eitthvað fylgst með? Það hefur því miður ekki verið og þetta eitt af vandamálunum við það að þetta klippt upp í sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Að fólk að flytjast á milli og það erfitt fyrir kerfin að tala saman og svo framvegis. Þannig að þetta alveg klárlega vandamál sem þarf að vinna úr og ef það væri hægt að vinna þetta á breiðari grundvelli bara á höfuðborgarsvæðinu að þá væri það ábyggilega miklu betra, sérstaklega út frá þessu. Svona verkefni út á Seltjarnarnesi sem veist það? Mér skilst það þessi hluti af þessu nýja útlíka. Einn spurning, gjör svo vel. Þannig að þú ert að gera einhverja rannsókn þá þetta fletta svolítið þær niðurstöður þar inn í þína umfjöllun þetta. En ég þakka kærlega fyrir fyrirlesturinn sem ég fannst mjög áhugaverður og eins þessi áhersla þín á stuðning og úrræði sem við þurfum náttúrulega alltaf að hafa líka í framhaldi af svona grunnrannsóknunum á fyrirbærunum. Nú þetta verkefni sýnir náttúrulega kannski ekki síst hvað við erum komin rosalega stutt í þessu máli. Við erum svona feta örlítil skref í að koma á einhverjum góðum vinnubrögðum í landinu. Og það líka mjög mikilvæg niðurstaða þarna hjá þér og líka hvaða vantar eftirfylgni. Ég held að sé að nóg fyrir okkur að segja bara eftirfylgni, það bara alveg ákveðt svar. Að þú ætti að spyrja svona hvaða hugtök við notum. En við langar svolítið einmitt út af hugtökum til að beina því til ansvarsfulla hóps að við reynum að finna betri hugtök yfir gerendur og þolendur. Og við höfum tekið það fyrir í bókinu okkar og gagnrýnum almenna notkun þess að taka án þess að það sé eitthvað reynt að problematisera svolítið, svo í sletti. Gerandi ásalega hlutlaust sem að breyðir yfir ofbeldi. Þannig að ég ekki talsmaður þess að tölum ofbeldismenn, fólk sem beitir ofbeldi, konur sem beita börn ofbeldi, karla sem beita og svo framvegis. Að við breyðum ekki yfir því að við gera en það er mjög almenn athöfn sem getur vísað til alls konar athafna og þetta er mikið áhugamál hjá mér að við reynum að breyta eins og við vitið þá hefur hugtakanotkunum svo mikið að segja. Og þolandi náttúrulega nær ekki yfir alla sem verða fyrir ofbeldi.
Þolandi gerir líka lítið úr fólki og okkur vantar þetta survivor hugtak á íslensku ef einhverju komið með góða tillögu þá. Ofbeldisaðili. Já, ofbeldisaðili sko. Nei, bara ég vildi aðeins nefna þetta líka. Já, algjörlega og þetta náttúrulega. Það er innilega fyrir þessu. Þetta þolenda hugtak náttúrulega kemur að hluta til frá brotaþoli og löggæsluumhverfinu og öllu því, þú veist. Þannig að það er náttúrulega, þú veist, svona ákveðin sögulegar ástæður fyrir því. En við þurfum, og á ensku, þú veist, hef ég verið að skrifa survivors, þú veist, en við þurfum einmitt að hugsa þetta svolítið hvernig við tölum þetta fólk og líka, þú veist, eins og þú varst að nefna við erum að fara að gera betur, við erum komin stutt en þú veist, fólk er að vinna í að gera betur. Mér finnst líka bara samfélagslega umræðan vera að þróast rosalega mikið akkurat núna síðustu árum og margir þolendurnir nefndu þetta einmitt að núna í lagi að koma út úr skápnum sem þolandi og núna get ég talað og þú veist, og þetta er kannski helst svolítið í hendur við svona kynferðisofbeldi og vakningu og þannig skörin á milli þessar hluta. Þannig að þetta er rosalega skemmtilegur tími í þessum málum akkurat núna. Já. Vil þú gera einn spurning? Við erum ekki að standa í andum ríkisstjórnarstöðum. Já. Það er mjög ákveðið til og það er mjög mikið verkefni og en ég er búin að árétta að lögreglan í raun uppfærði verkefnisstefnu lögreglunnar í lok árs 2014. Það sem verið að fyrir allt á landið. Það sem í rauninni er færið í þetta eftirfylgni skráningu tilveitingu fylgst með mennunum og þá líka á landsvísu. Þannig að það er þetta er sem því rauninni verklagsreglur á landsvísu hjá lögreglunni sem var í rauninni verið að leggja áherslu á þessu eftirfylgni og samstöðu fjölskyldstöð. Já, fókusin í þessu var náttúrulega bara Reykjavík af því að félagsþjónustan Reykjavík var svo fyrsta til að fara í svo formlegt samstöð. Ég er bara svona aðeins óljóst með það. En er algjörlega. Bara svo til sé alveg á hreinu, ég meina, er félagsþjónustan og barnaverndin komin inn í það verkefni líka alls staðar á landinu, eða? Langflestum stöðum. Með formlegum hætti eða Já, með samningum? Já. Ok. Langflestum stöðum, það er eitt Áhugavert. Já. Gott að vita. Er það meira kvenmenn sem standa bak við þetta verkefni? Er mikið að kvenmenn að vinna í þessu? Ég bara ofta svona fyrirlestum eins og núna með reyndum konur sem eru að hlusta og eru að taka þátt. Þannig ég er svona að hugsa Meinirðu að þeir sem settu verkefnið að stað eru að vinna? Já, bara hjá lögreglunni og hjá þeim sem voru að standa þessu verkefni. Sko. Mikið kvenmenn líka. Já. 13% lögregluþjóna eru konur. Já. Og það voru allir félagsverkefnir í þessu verkefni voru konur nema einn. Ég tala við 2 kalla. Já, það var eitt þeirra. Þeir eru mjög fáir. Já. En þeir eru, það er mjög áhugavert að það er sérst einn í Hafnarfirði, einn í Kópavogi allavega. Nei, ég held sér reyndar 2 eða 3. Einn eða 2 viðbót. En þar segja þau að það skipti máli að vera með kalla og konur í félagsráðgjöf. Það er miklu faglegra og betra, verður miklu faglegra og betra samtalið við bæði þolendur og gerendur og kalla til dæmis það sé auðvitað fyrir þá að ná því gerenda. Af kallkyns gerenda. Þú þarft að hafa bæði og sko. Já, þetta er mikilvægt að þetta skiptir miklu máli. Já, þetta var náttúrulega sett í stað á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrst og komið nýr kvenkyns yfirmaður þar og þú veist, þetta er svona, hún er eina af þeim sem ítti þessi stað þar. En ég hef einmitt talað líka við lögreglustjórn á Suðurnesjum núna og þar er fullt af karlmönnum sem tóku þátt í að móta þetta upprunlega. Þú veist, þannig að þetta er kannski aðeins fleiri konur en þetta er samvinnuverkefni og ég held líka að það kannski haldi svolítið, það fari svolítið saman að kallar og konur vinni saman af þessu og svona stærri sýn á þetta og hvernig við hjálpum fólki og svo framvegis. Já. Eitthvað fleiri spurningar? Fleiri spurningar? Þá held ég að við þökkum þér bara kærlega fyrir, frábæran fyrirlestur og góð röð. Miklu aðeins, ég ætla að þakka ykkur líka fyrir komuna og næsti fyrirlestur verður 13. október og þá mun Jón Ingvar Kjaran, lektor á menntavísindasviði Háskólans, flytja fyrirlesturinn Ég er ofbeldismaður, hvaða myndra gerendur ofbeldis upp af sjálfu sér, sem er mjög áhugavert að fá hina sýnina þetta.
og fyrirlestur Jóns Ingva þegar framlag ykkur til jafnréttisdaga háskólans. Takk kærlega fyrir. Ruggar mig svolítið að þín... Já. Nei. Það var svo margt búið að breytast. Hæ, ég Una. Já, þú hringdir í mig í morgun. Já, flott. Takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur.